Góðan dag. Í dag ætlum við að taka umræðu sem á svolítið léttari nótum heldur við höfum verið að undanförnu og ég fengi til mín hann Einar Skúlason. Hann titla ég sem bara leiðsögumann og fjallagarp, en hann menntaður stjórnmálafræðingur og stjórnsýslufræðingur og ég veit ekki hvað. Og mér langar til svolítið til þess að forvitnast bara hvað þú ert að gera, Einar, vegna þess að það svo ótal margt. Kannski við byrjum bara á vesen og vergangi. Þetta náttúrulega ótrúlega skrítið nafn. Alltaf vesen og alltaf vergangur á okkur. Já, þetta eiginlega svona öfugmæli. Já. Þetta af því að vesen og vergangur, þetta var stofnað 2011 og af því að ég hef svo mikinn áhuga á gömlum leiðum og að ganga frá A til B og það var alltaf bílavesen. Maður var að plata einhverja með sér til þess að skilja eftir bíla og þess áttar og með því að stofna hóp þá sá ég fyrir mér að geta frekar panta rútu og losna við bílavesinu. Já. Það er vesinu. Já. Þetta byrjaði frekar smátt hjá þér, það ekki? Jú, þetta var kannski 2-3 göngur í mánuði mestarleg. Já. Og svona mest þessar göngur og svo byrjuðu kvöldgöngur og í meiri viku en þetta var eiginlega ef það var ekki neitt kostnaður rúta þess áttar þá kostaði ekkert í göngurnar. Já. Og þú ert með marga hópa, mörg erfiðleikastig, þannig að það geta allir verið með. Já, það eru 6 hópar yfir veturinn. Allt frá því að vera svona lálendisgöngur og svo eru svona millistór fjöll eða fell og þannig er þetta koll að kolli. Svo er einn hópur sem heitir bara þjóðlega hópurinn. Já. Þá farið einu sinni í mánuði eftir gömlum leiðum. Og þess eru dæmi að fólk hafi byrjað í léttustu göngunum og fært sér svo set upp í þær erfiðustu. Já, það er alveg dæmi það. Já, akkurat. Fólk hefur unnið sér upp svona smátt og smátt. Já. Ekki ert þú alltaf í þessum göngum? Nei, sjálfur? Ekki alltaf, en ég reyna að vera mikið. Já. Eins mikið að ég get. Já. Þetta er nú skemmtilegasti hlutin. Já. Af þessu öllu saman, að ganga, að fara. Já, þetta ekki orðið leiður á þessu? Nei, ég viðurkenni að því að við erum með lengri göngur á sumrin og þá raðast sérstaklega í júli, kannski ansi margar 3, 4 og 5 daga göngur svona í röð. Já. Þannig að maður verður kannski svolítið svona, maður gefur af sér sko, maður verður kannski svolítið andlega búin á því í ágúst. Já. Þá finnst mér gott að ganga, en ganga þá einn kannski, það hreinsar hugan að ganga svona. Já, einmitt. Þetta er líka svo ljómandi góðu félagskapur. Ég tala nú reynslu sem ég hef gengið nokkur sinnum með þér og verið í þessum léttasta hóp sem að mér finnst svona vera við mitt hæfi og var fegin því að geta fundið slíkan hóp. Því að ég hafði alltaf lent í því að fara á einhver fell og fjöll sem að ég á erfitt með að ganga á, sérstaklega þegar ég fer niður. En þessir hópar henda mér ljómandi vel. Já, það er góða mórall. Það reynir maður að ýta undir góða mórall með því að segja eitthvað svona í léttum dúr og... Já, svona fræðsla inn á milli og brandarar og fleira. Já, svona reyna að hafa þetta skemmtilegt. Já. En líka auðvitað, fræða umhverfið, tala einhvern sögulegan fróðuleik eða einhverja þjóðsagnir eða... En það er svolítið undirbúningur fyrir hverja ferð, pínlítill. Já, maður þarf alltaf svona aðeins að kynna sér málinn og reyfi upp og þess áttar. Og svo ertu með eitthvað starfsfólki líka, eða ekki? Jú, þau eru nokkur. Já. Það eru 8 farastjórar sem eru með. Já. Og það er enginn í fullri vinnu, sko, og þau eru öll að vinna eitthvað annað. Já, þetta er svona auka vinna. Já. Ég tók líka eftir því hvaða var mikið öryggi fólkið í því að vera með farastjóra bæði fyrir framannhópin og aftanan. Já, og það er gott líka að vera með talstöðar. Já. Þá ef eitthvað gerist, þá er strax hægt að tala saman og það er líka mjög þægilegt með talstöðarnar að ef það bilið eykst allt í einu eða eitthvað, þá getur svo aftast í beðum að það sé hægt aðeins á og staldra við. Já. Þess áttar, þetta verður allt þægilegra. En hvernig finnur þessar leiðir? Er þetta bara eitthvað sem hefur komið í gegnum tíðina hjá þér? Já, þetta gerist bara smátt og smátt. Auðvitað, í gegnum árin, vesinni það er nú að vera 15 ár síðan þetta var stofnað
og það bara safnast upp reynsla og maður frétti líka að leiðum stundum og þetta er svona samfélag, göngu samfélag. Já, og það er líka svolítið þægilegt fyrir fólk eins og mig sem að þekkti ekki margar leiðir að með því að taka þátt í svona hópa þá lærir maður á ýmsa leiðir sem maður getur farið síðar bara sjálfur. Já, eitt af markmiðunum í þessum hópum er að fara alltaf á hverju misseri eða frá áramótum til fram á sumar og svo haustinn að hverju misseri er ekki sama leið farin tvisvar. Nei. Þannig að markmiðið er alltaf að kynna ný svæði og svolítið fjölbreytt svæði fyrir fólki sem tekur þátt. Það er kannski aðsnald að spyrja, en hverslas fólk tekur þátt í svona göngum? Mér fannst í mínum hópi að það var þetta svona frekar fullorðið fólk, eðlilega kannski að þetta voru léttari göngur. Já, það má segja eftir því sem að hóparnir vera erfiðari þá er lægri meðalaldur. Já. Og það er svo skrítið líka með það að eftir því sem göngurnar vera erfiðari þá hækkar hlutfall kalla en nánast alltaf eru konur í meiri hluta. Já. Ég tók eftir því að það voru konur svona bara held ég 80%. Já, ég held að konur eru svona miklu virkari og duglegri félagslega og eru svona tilbúnari að vera í hóp, hafa meira gaman að því eða bara hafa meira frumkvæði. Já, og eru líka tilbúnari til að prófa að fara einar og kynnast fólki þá í hópnum. Já, og ég held að það megi þakka svona almennt konum fyrir margt. Til dæmis bara að halda upp í allskyns félagslífi. Af því að ég vissum að leikhúsinn og symfónían og öll þessi menningarstarfsemi væri varla svipur hjá Sjón ef að konur væri ekki að kaupa miðana. Segðu, það eru í meiri hluta þar. Já, ég held að það sé alveg á hreinu. Já. Og skiptir miklu máli. Og líka bara allstaðar þar sem að maður er í einhver svona sjálfboðastarfi. Já. Ég er nú til dæmis núna í sjálfboðastarfi hjá Rauða krossinum ákvað að minnast á þetta við þig, því að þú varst nú einu sinni hjá Alþjóðahúsi. Við að kenna útlendingum sem er að bíða eftir hæli hér eða eru stattir hér, kenna þeim íslensku. Já. Og þetta eru svona talhópar þar sem við spjöllum við fólkið á íslensku en svo fáðu aftur kennslu í öðrum tímum. En þarna eru konur líka meiri hluta sem sjálfboðaliðar. Einmitt, þetta er, og ég held að svona spjallhópar eins og þú ert að tala það skiptir máli líka til að gefa fólki svona smá innlit inn í lokal eða inn í menninguna. Já, fólk kvartar svolítið yfir því að Íslendingar vilji bara hreinlega ekki hjálpa því að tala íslenskuna, það bregður alltaf fyrir sig enskunni. Já, það er svona einhverju óþolumæði. Einmitt, fólk ætti að hafa það sem reglu að tala íslensku þangað til að einhver biður að tala á ensku. Já. Þú veist, það er kurteisi. Það er kurteisi, sko. Já, akkurat. Þetta er svolítið sérstakt hvað konundar eru duglegar, svo ég haldi nú áfram að impra á því. Já. En förum svolítið aftur í tíman þegar þú varst, ég man fyrst eftir þér hjá Alþjóðahúsi. Já. Og þar varstu hvað lengi? Ég var rúm 5 ár. 5,5 kannski, ég man það ekki alveg nákvæmlega. Og Alþjóðahús var undanfari hvers? Útlendingastofnun? Nei? Nei, sko, Alþjóðahúsið var stofnað af, þetta var samstarf Reykjavíkurdeildar Rauða krossins og sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu. Ekki allra en flestra. Og það var ákveðið að stofna svona, hvað ég að segja, stuðning við innflytjendur eða útlendinga á Íslandi og líka stuðning við stofnanir og fyrirtæki og bara samfélagi. Þannig að vera svona eins og milliliðir. Stuðningur í báðar áttir. Sko. Þetta er ekki ennþá starfandi Alþjóðahús eða hvað? Nei, það leiðandi lok bara í hruninu. Já. Að því að það var þannig að fjármagn kom, eða ekstra fjármagn kom að miklu leyti frá einkageiranum og með kaupum og þjónustu það var íslensku kennsla, það var túlkaþjónusta og þýðingar og fleira og allskins verkefni og ég man að yfir 80% af veltinu kom þannig. Þetta hrundi allt eftir hrun. Það dróðu allir saman. Já. Og þannig að það hefði þurft að byrja upp á nýtt bara en menn voru svona að reyna, ég var reyndar hætti þarna. Já.
störfum. Já, þú ert í fullu starfi núna sem leiðsögumaður og farastjóri, eða ekki? Jú, og hef umsjón með þessu öllu. Já, og þetta er alveg full-time job svo í sletti nú. Já, þetta er auðvitað margir hópar, marga göngur í hverju viku Já. og þess áttar. Það er heilmikið sem þar að liggja yfir veðurspám og skoða aðstæður og kíkja á aðstæður og vera á vaktinni. En svo ertu með nokkuð sniðugt app sem að hefur hjálpað mörgum, ekki satt? Jú, það kalla VAP eða Walking App, en það er enda búið að vera í smá dvala af því að það er það var forritað fyrir rúmum 10 árum síðan og það var búið að plástra það mjög mikið. Svona út frá forritanar þurfti að laga það, þú veist. Og það var orðið búið að plástra það of mikið. Þannig að nú erum við með það í svona yfirhalningu og vonumst til þess að geta opnað aftur bara í haust eða næsta vetur. En förum aðeins lengra aftur í tíman. Hvernig kviknaði þessi útivistaráhugi hjá þér? Það var eiginlega með amma Hulda, móður amma mín. Ég held að ég gekk mjög mikið með henni þegar ég var lítill og sóttist mikið í að vera hjá henni. Hún og afi voru mikið upp í Hvalfirði. Afi var yfir olíustöðin í Hvalfirði. Svo áttu þau sumarbústaðinn í Botnsdal. Það er skammt frá. Og ég man bara eftir mér með henni í fjörunni og í Berjamó og hún sjálf, hún hafði orðið berklavik þarna, þegar hún var 10-11 ára gömul eða 9 ára og hún var á berklahælinu fyrir norðan, Kristnesi og ég held að henni hafi, þeim var innrætt að ferskalofti, hreyfing, þetta var innræting á berklahælunum. Já. Og það var mikið áhersla lögð á það, bara úti í veru. Ég held að hún var alltaf að tala um það, að við verðum fara út, gera eitthvað, fara. Nú var ekkert algengt einmitt á þessum árum, allavega ekki eins algengt og núna, að fólk færi bara sérstaklega út að ganga til að hreyfa sig. Nei. Það var alltaf einhver tilgangur með göngunni. Svo fór hún mikið í sund, syndi alltaf. Og svona seinni tíð þá syndi hún alltaf manni 200 metra. Það var alltaf málið. Og þú smá patti, þið leitist ekki að vera svona með ömmuðinni út í náttúrunni? Nei, ég nefnilega, þú veist, ég mátti alltaf koma með. Hún vildi ekki endilega, ef að barnabörnin voru að væla mikið, þá skildi hún bara eftir. En ég kvarta aldrei neitt. Ég hafði svo gaman að þessu og þreyttist ekkert á þessu. Já. Og vildi ekkert fara heim. Og þess vegna. Þannig vaknaði þessi mikli áhugi? Já, ég held það. Já. Svo kom þetta bara. Já. Ég man eftir ég var í Vatnaskógi í svona 10 ára í sumarbúðunum. Það er svona borð og það var fóringi við hvert borð og ég man að fóringi minn, hann sagði að hann hefði komið gangandi frá Þingvöllum. Mér fannst það algjörlega magnað. Já. Ég spurði hann mikið, þá hafði hann komið leggjabrjót og ég velti þessu mikið fyrir mér. Og síðan nokkrum árum setna gekk ég leggjabrjót, bara einn með hundinn. Ég held ég hafi verið 15 ára og það var bara í framhaldi af þessu. Já. Þetta var eitthvað í mér sem að kviknaði einhver neisti þarna sem ekki hefur slöknað. Einmitt. Og ég átti alltaf mjög auðvelt með að muna örnefni og landafræðin var eins og opin bók. Já. Og þegar við vorum að keyra einhverstaðar út á landi, þá var ég aftursætinu að telja upp einhverju örnefni, ekki foreldrar mínir, Þannig að þetta var mjög skrítið. Er þetta baktería sem er svona viðvarandi í fjölskyldunni? Nei, ekki svo mikið, ekki eins og hjá mér, Það var eitthvað sérstakt. Já. Ég tengi það helst við ömmu. Já, einmitt. Reyndar er frændi minn, við erum systkinabörn. Hann er líka mjög áhugasamur og er að vinna við þetta hjá í sambandi við hjá Umhverfisstofnun eða sem heitir núna Náttúruverndarstofnun. Já. Og hann hefur líka mjög mikið áhuga. Já. Við vorum líka báðir sérstaklega hændir að ömmu. Já, svona getur nú fullorðna fólki haft áhrif á börnin. Snemma. Já, alveg ótrúlegt. Já. En ég veit ekki hvort það hægt er að spyrja þessar spurningar, en hvernig er Ísland til að ganga um? Það er bara alveg sérlega gott. Já.
það er ótrúlega fjölbreytni og það er líka gott aðgengi, myndi ég segja. En auðvitað er það háð árstíma Já. og staðsetningu. En til dæmis hérna í Reykjavík, þá er alveg, allan veturinn er ótrúlega fjölbreytt svæði, aðgengileg. Og ef það snjóar mikið, þá lítur maður sér nær. En hérna, við eigum til dæmis alla Reykjanesskagan sem er tiltölulega snjóléttur. Já. Og svona tiltölulega aðgengilegur. Mikið að góðum göngulegum þar. Já, gamlar leiðir í rauninu, mjög víða. Já. Og það var náttúrulega gömlu vermannaleiðirnar. Það var svo mikið af fólki sem fór á vertíð á Suðurnesjum. Og við eigum kannski ekki hæstu fjöllin hérna nálægt höfuðborginni en þau eru aðgengilega þessi fjöll og fell. Og það er helst núna á vorin sem verður erfitt af því að það er aurbleitan. Já, hún er ofta á þessum tíma. Já, og maður þarf bara að vera þolinmóður og bíða eftir að frostið fara á jörðu. Já. Og eins og núna, maður er svona að telja niður núna, en þessar mundir eru fjöllin sem er næst sjónum að verða þurr og þannig gengur þetta yfirleitt fyrir sig, þú veist, það eru strandsvæðin. Sem eru fyrsta. Já, og svo er það inn til landsins. Já. Og svo eru svæði eins og, já, menn vilja komast á stað sem fyrst, menn eru óþreyjufullir þegar sólin fyrir að hækka á lofti en það er ennþá meir en mánuður í að til dæmis að verði þægilegt að fara að leggja brjót. Já. Og síldamannagötur og þessar leiðir yfir heiðarnar. Já. Ég man og ég fór einu sinni með þér yfir Mosfellsheiðina. Já. Og það var, ég man alveg hvaða dagur það var 1. maí. Já. Og það var bara drulla upp á miðja ökla, sko, alla leiðina. Já, þá var maður að veðja, það var orðið hagstætt, það var orðið svo hagstætt hérna niður frá. Já. Það stundum hérna. Svo kallega Kongsveg fórum við. Já. Var ekki? Já. Stundum hérna, stundum mistekst. Hefur aldrei þurft að fresta ferð vegna veðurs? Jú. Og breyta. Breyta? Já, breyta áætlinum alveg. Já. Maður gerir það. Núna eins og síðasta sumar þá felldi ég til dæmis niður eina ferð vegna veðurs. Það var átt að ganga Laugaveginn Vestlendamannhelgina. En það var bara svo kröpplægð. Já. Og það var sömu helgi þá var þjóðhátíðin í Eyjum og þá enduðu mjög margir inn í íþróttahúsum. Já. Og hérna á bjargatjöldum. Þannig að það er alltaf öryggi sem skiptir öllu máli þeirra. Já, það var ennþá verra veður hérna á Fjallabaki. Já. Og þetta við vorum í skálum en þetta hefði aldrei verið neinn sælu ganga. Nei. Berjast maður er nú að sækjast eftir því að upplifa gönguna, upplifa landslægið. En það er svo sem ekki alltaf hægt að fresta göngu eða fella niður göngu. Það er búið að leggja út í alls konar kostnað og þó það sé einhver rigning og smávís vindur. Það er allt í lagi. Það er allt í lagi. En stundum hafa komið fram óskýr það að mann segja bara, það er rigning. Verður ekki ferðin bara felld niður? Já. En það er ekki hægt. Ég meina að það rignir oft. Já, glæðast ég bara eftir veðri. Já. En er ekki erfitt á veturna þegar kyngir niður snjó? Jú, þá verður maður að breyta og hérna. Þú veist ekki nú bara það að ganga í snjó sem að maður kafar kannski upp að nýja. Já, og hérna það er, þú veist, þeir sem fara upp á fjöll, ég man eftir í þegar erfiðasti hópurinn fór hérna einhver tíman upp á Gunnhildi sem er hæð fyrir ofan Vífilsstaðavatn. Já. Annars væri þessi hópur yfirleitt að taka 600-700 metra hækkun. Já. Þetta er 100 metra hækkun og þau voru algjörlega búin á því. Já. Af því að snjórinn var upp í yfir hné, upp í miði læri á leiðinni. Já. Þannig að þetta var alveg gríðarlega góð æfing fyrir alla. En við náttúrulega fórum bara þessa leið þarna sem er venjulega þetta svona frekar einföld. Ég fór með hópnum í vetur, í hérna vor, í vetur, fórum við þarna yfir. Já. Og lendum í myrk, það var ekki orðið albjart, sko, það var farið að dimma réttar sagt þegar við fórum á stað, við gengum þetta meira minni myrkri. Já, einmitt. Það var að snemma eftir áramótin, sko. Já. Nei, þetta er ekkert mikið. Þá sér maður stundum norðurljósin og stjörnurnar. Eru þetta eingöngu Íslendingar sem fara með þér? Já, bara fólk sem býr á Íslandi. Já, það er alveg útlendingar sem eru fæddir í öðrum löndum. Já,
það alveg, kemur fyrir. Já. En þá oft að því að þegar maður að tala gamla tíma, þá notar maður stundum gömul orð. Já, sem þau skilji ekki. Að það getur verið að þó að fólk sé fara að tala að það hafi ekki orðaforðan í svoleiðis. Já, en svo til dæmis eljuþústur. Það skilja kannski fáir það hvort sem er. Já, ég var einmitt að tala eljuþústur á mánudaginn í göngu. Ég verð nú bara viðurkenna að ég veit ekki hvað það er. Það er þegar 2 konur eru rifnar af sama manninum. Já. Og það verður eljuþústur á milli þeirra kvennanna. En þetta var kannski ekki gott dæmi, en maður talar svona hluti sem er ekki kannski notaður í daglegu tali. Já. Og þá getur verið flóknara fyrir fólk sem er ekki fætt og uppali. En þá eru bara aðrir sem að koma inn í. Virðist þér sem fólk sé ánægt með þessa fræðslu? Já. Og ég held, og maður er alltaf að reyna að meta viðbröðin, og mér hefur sýnst, fólk er þakklátt fyrir upplýsingur plöntur og fugla og svona ýmislegt í náttúrunni og jarðfræði, en það er alltaf mesta athygli þegar að sagðar eru sögur af fólki. Já. Svona frá sem að bjóða á þessum tiltekna stað. Já, og eitthvað gerðist og svona, það er eða þá einhverja sögur í tengsli við örnefni, einhverja þjóðsögur eða eitthvað við þennan stað. Þá er full athygli. Þá spyr ég nú bara hreint út, var það þetta sem að vakti áhugaðin á þjóðfræðinni? Já, mér langaði að ég bara síðan ég man eftir mér þá hef ég haft áhuga á gömlu leiðunum. Já. Og mér langaði að dýpka þennan áhuga svona akademist og þjóðfræðin ég var svolítið að skoða sagnfræði eða landafræði eða fornleifafræði, en þjóðfræðin hún svona, finnst mér sveigjanlegust af þessum greinum og það er hægt að taka sitthvað úr hinum greinunum inn í. Já. Þannig ég ákvað að velja þjóðfræði. Og þú varst að klára hana núna bara? Já, ég var bara að skila inn ritgerðinni núna í vikunni. Já. Þú sagðir mér svona aðeins upp og ofan af viðfangsefnunni í ritgerðinni. Já. Þú ert að skoða einhverja dali, er það ekki? Jú, það eru Borgarfjarðardalirnir 4 sem liggja samsíða. Skorradalur, Lundareykjadalur, Flókadalur og Reykholtsdalur. Og mér langaði að skoða leiðirnar þar á milli og í grennd. Og ég tók viðtöl við fólk sem býr eða hefur búið og alist upp í dölunum. Ég ætlaði upphæðlega að eiginlega bara taka leiðirnar, fræðast leiðirnar alveg. En í viðtölunum þá var svo mikið talað lífið í dölunum, samfélögin og þessar breytingar sem urðu á síðustu öld þegar að bílvegirnir komu. Tæknibyltingin. Já, vélvæðingin og þetta voru alveg gríðarlega breytingar sem að fólki svona margir voru á barsaldri þegar þetta var að byrja. Já, var eitthvað sérstakt við þessa dali sem vakti áhugaðinn eða var eitthvað sem kom á óvart þegar þú fórst að skoða þetta? Já, ég vildi skoða eitthvað sem ég hefði ekki stúderað mjög mikið áður. Ég hef náttúrulega eitthvað. Ég þekkti best Suðursvæði eða Hvalfjarðarströndina og svona yfir í Skorradal og ég vildi líka svona praktískum ástæðum vera ekki of langt frá Reykjavík og þannig gerðist þetta með dalina og svo margt sem kom mér óvart. Það er svo margt skemmtilegt þegar maður fer að skoða svona og taka viðtöl. Ég tók viðtöl við fjölmarga og þetta vissulega kom ýmislegt fram sem að svona maður fann að fólki tengir fólk saman. Þetta er svona ákveðin, menning, staðbundin menning sem að svona fólk deilir. En líka þetta hver dalur hefur svona einhvern brag og hver bær og hver einstaklingur. Og það er svolítið gaman að fara yfir þetta síðan og reyna að setja þetta í eitthvað fræðilegt samhengi. Og kannski hitt þarna á einstaklinga sem að mjög fullorðna sem að kannski hafa miðlað þér að þekkingu sinni og þú þannig að setja niður á blað eitthvað sem að
Já, annars hefðu ekki komið fram. Já, hugsanlega. Þau eru frá hvað, 60 aldri upp í nýræðisaldur. Já, þetta fullanda fólki sem þú ert að tala við, eðlilega. Já. Svo kom fyrir að fólk sagði, já, þú hefur átt að tala við þennan, en þú mistir að því að, þú veist, fjall frá og svo framvegis. Já, þetta nefnilega mjög, þakkarvert að taka viðtöl við fólk sem er á förum innan skams yfir í sumarlandið, svo sumir segja, því að þetta fólk hefur frá svo ótalmörg að segja. Ég þekki það bara frá ömmu minni heitinni, hvað hún hafði margt að segja og sé eftir ég hafi ekki talað meira við hana, eftir hún farin. Já. Þannig að þetta er mjög þakkarvert. Og það er sérstakt við þetta líka að þegar ég fór að skoða svona kenningargrunn, þá leiddi þetta mig inn í, það er svona kenningar það sem er rætt verkefna landslag. Þau eiga það sameiginlegt, þau töluðu svolítið inn í það sem kalla verkefna landslag, það sem menn horfa á landslagið út frá verkefnunum sem eru framkvæmdar. Og þetta er nátengt búskapnum. Já. Og sérstaklega sauðfénu. Já. Og þú veist, fólk horfir á, þarna er beit, þarna er smala, þarna leita kind, þarna verður að passa, þarna er keldur, allt út frá búskapnum. Já, eðlilega, það fáir sem þekki þetta betur heldur en heimamenn. Já, meira heldur en frá fagurfræði. Já. En fólki sem kemur á þéttbýlinu sem eru ekki búið þarna, það hugsaður þetta öðruvísi. Já. Þar sér landslagið með öðrum augum. Já. Og það er svolítið sérstakt þegar maður fyrir að bera þessa sýn heimamannsins saman við sýnina hjá fólkinu sem er að byggja bústaði þarna, kaupa jafnvel jarðir. Hvernig fer sú sýn saman við sýn heimamannsins? Já, einmitt. Og áhugavert. Já, þessu er ég svolítið að velta upp, sko. En verkefni skiptist í tvennt. Hinn helmingurinn er að ég tók saman heilmikið af frásögnum og þess áttar og tengdi við leiðirnar, gömlu. Þannig ég set leiðirnar upp svona á stafrænt form, svo hengi ég frásagnir á réttum stöðum. Já. Og það verður hægt að fara leiðirnar og nota síma. Já, þetta er eitthvað sem getur nýtt þér í leiðsögustarfinu eða sem í veseninu. Já, og mun deila þessu með fólki sem vilja. Já, er mikið af hvað ég segja, góðum gönguleiðum þarna? Já, það er auðvitað misgóðar. Sumar, það hefur vaxið aðeins yfir sumar. En jú, það eru alveg leiðir sem hefur verið haldið við, sérstaklega af hestamönnum, sem að eru bara mjög þægilegar að fara. Það er eins og leiðin yfir Brennistaðahálsinn eða frá Brennistöðum í Flókadal yfir að Kópareykjum í Reykholtsdal. Það er mjög þægileg. Það er nánast bílvegur næstu því. En svo er aðrar sem eru aðeins svona erfiðari. Svo ég vaði nú reyni annað. Hvernig hefur þetta farið saman, hvað ég segja, starfið þitt í vesennu og námið, svona erfitt nám? Já, það er bara, maður reynir að svona gera þetta jöfnum höndum, læra á mótnana. Þarf svolítið skipulagningu í þetta væntanlega? Jú. Já, búið að vera stundum stress eins og fyrir próf og skil á stórum verkefnum og þess á þar. Já. En einhvern veginn svona. En ég hef líka tekið þetta á 3 árum. Já. Það er fullt nám að taka á 2 árum. 2 árum, já. Ég tók reyndar svolítið umfram einingum. Þannig að í rauninni var ég næstu því að taka fullt nám í 3 ár. En vesennið og allt í kringu það, þetta er meira að minna kvöld og helgar. Já. Þetta er svolítið óvennilega vinnutíma og þá veltar maður í fyrir sér. Ertu nokkuð tíman heima hjá þér? Já, mitt. Jú, ég reyni að gera það. Ég nú líka, göngurnar eru þannig. Ég er oft komin heim svona 8:30, 9. Þannig að það er eitthvað eftir að kvöldinu þá. Já, þú missir á kvöldmatnum í fjölskyldunni allavega. Já, og fæ ég leifarnar. Já. En svo reyni ég að vera bara heima. Já. Þessu, þannig ég fer voðalega lítið. Svona önnur kvöld. Þetta er eiginlega þitt hobby,
í rauninni. Þetta bæði atvinna og lífsviðurværi og aðal áhugamálið. Já, þetta fer allt saman. Það ekki leiðilegt að geta unnið við áhugamálið sitt. Nei, en svo kemur á móti að maður vinnur við áhugamálið þá hægt á því að þetta gleypi mann alveg. Já. En þú hefur líka farið og gengið eitthvað erlendis. Já. Og það sagði mér að þú hefði farið Jakobsveginn til dæmis. Já, ég fór Jakobsveginn. Hann nú nokkuð langur. Já, ég fór 800 kilometra eftir frönsku leiðinni. Já. Það var mjög gott. Maður hafði gott af því. Já, varst bara einn með sjálfu þér? Já, en í rauninni maður sjaldan einn, nema maður vilja það, sko. Þegar fólk, margir sem eru einir og einhvern veginn svona ég áætlaði að ég hefði sagt ævisöguna mína svona 100 sinnum á leiðinni af því að maður er alltaf að rekast á fólk svona, spjalla og gangi sömu átt og þá fer maður að spjalla. Það hlýtur líka að vera gaman að kynnast alls konar fólki frá ýmsu löndum. Það er svo gott að spegla sig í öðru fólki. Hlusta á þeirra sögu og það er svo margir á krossgötum og ég heyrði alveg ótrúlegar sögur. Margir sem nota þetta sem einhvers konar heilun, til dæmis eftir erfiða lífsreynslu og annað slíkt, Já, og margir í þannig sporum sem ég talaði við, sem voru svona einhvern veginn að melta eitthvað eða hafði mist einhvern eða... Svo góður tími til að hugsa. Já, og takturinn þegar þú ert að ganga, ég held að þetta hafi mjög góð áhrif á heilastarfsemina. Ég ekki nokkuð af með það, ég finn það hjá sjálfur mér þegar ég fer ein í göngur sem nú eiginlega oftast nema þegar ég að ganga með ykkur, að þá líður mér alveg ótrúlega vel að vera svona ein. Margt sem að fer gegnum hugan og maður kemur heim alveg endur nærður. Já, þetta er eins og hugleiðsla. Þetta svolítið, ég held að þetta sé eitt besta bara þunglindismeðal sem hægt að fá. Já, held að fara svona út í náttúruna. Bæði sjálfhreyfingin og þessi taktur. Taktur í Takturinn, Ég líka tók eftir því að minni reynslu með ykkur að þið veljið alltaf ykkur að leiðir sem eru ekki í umferð. Sem sagt innan borgar eða bæjamarka. Já, reynum að gera það. Já, svona oftast. Og sjálfri finnst mér eiginlega gönguferðin ekki eins skemmtilega ef hún er á gangstéttunum og innan bæjar. Þannig ég reyni alltaf að keyra eitthvað aðeins út fyrir og þá er maður bara komin í náttúruna. Heiðmörkin og Hvaleyrarholtið og Hólmsheiðin og þetta allt saman. Þetta er alltaf bara algjört ævintýri að ganga þannum. Já, það er eitthvað sem gefur manni að sjá ekki steinsteypt hús. Ég er svo sammálaðir. Og malbyggar stjettar eða gangstéttar. Það er eitthvað við það er einhver hugarrói í því að sjá bara náttúruna. Já. Sérstaklega fyrir okkur þéttbýlisfólki sem að kannski eyðum stærstum hluta lífsins innan borgarmarka, þá er þetta alveg yndislegt að fara svona út fyrir bæinn. Já, og ég held að starf svona leiðsögumanna sé mikilvægt eins og í gönguferðum og öðrum ferðum að með því að segja fólki sögur og sem tengja stöðunum og þess að þá held ég að það sé að verða að búa til svona tilfinningatengsl við umhverfið og náttúruna sem gefur fólki mjög mikið en aftur á móti líka eigur líkurnar á því að fólk sé tilbúið að lýsa skoðun sinni þegar kemur að því að kannski að breyta því umhverfi. Já. Þú veist að hafi minnst einhverja skoðanir og látið þær í ljós. Já, þá áttu við ef það er farið út í einhverjar framkvæmdir eða eitthvað er í deiglunni og þá hefur fólk skoðanir á því. Já. Frekar, af því það er búið að fara þarna og... Já, af því að það eru komin einhver tengsl við staðinn. Já, ég segi það. Og ég held að það sé mikilvægt að hafa tengsl við staði og hafa tengsl við landslæðið. Já. Af því að við höfum ábyrgakvart framtíða kynslóðum. Þau fái að njóta líka og upplifa þessa hugarró. Já, en það er svo skrítið hvernig maður upplifir náttúruna. Ég ólst upp 4 ára skeið undir jökli fyrir utan Hellisand. Pabbi mig var bóndið þar og þegar ég var orðin fullorðin manneskja fór ég vestur og skoðaði þetta allt saman og gekk þarna gamlar slóðir þar sem ég hafði byggt bú og heyjað og
tínt ber og þetta var alltaf orðið svo lítið í minningunni, náttúrulega minningu barsins að það var þetta alls svo stórt. Þetta er svolítið skrítið hvernig svona upplifunin er. Já, þetta breytist alltaf. Eins og mér fannst nú Bottsdalurinn stór þegar ég var lítill, sko. En núna finnst mér bara mjög lítill og grútlegur. Já, en í þessum ferðum er alls konar fólk og sjálfu hef ég nú alltaf gengið svona þokkalega mikið og til dæmis fór ég á Hornstrandirnar einu sinni, eða ég fór tvisvar og þar kynntist ég því hvernig það er að vera lofttrætur. Já. Og það er eitthvað sem hefur háð mér alveg svakalega í mínum göngum, það er lofttræslan. Hefur orðið var við þetta hjá þínu fólki? Já, þetta er alveg, ég veit ekki hversu margir eru, en ég myndi alveg telja að það væri upp undir 10% og jafnvel fleiri. Þetta er það ólíkt hvernig það kemur fram í fólki. Það er ólíkar aðstæður sem kalla það fram. Já, ég skil. Fyrir suma þá er það ef það er bratti beggja hliða, fyrir aðra þá ef það er skriður og svo framvegis. Þetta er frekar ólíkt. Já. En öll eiga það eiginlega sameiginlegt að það herpist og spennist upp líka minn, sko. Og fólk heldur niður í sig andanum og stífna upp. Og þannig að okkar starf er eiginlega að fá fólk til þess að slaka á og anda eðlilega. Það er fyrsta skrefið. Síðan að komast í gegnum og ef þú andar því í gegnum þetta bara, ég er ekki að tala um einhverja sérstaka öndun, bara eðlilega, bara inn og út, og þá verður þetta svona aðeins auðveldara. Svo eru til alls konar tækni til að hjálpa fólki að komast. Finnst þér fólk, fyrirgeðu. Ég man eftir Sveinbirni sem er nú í kór, að hann hefur sungið nokkra í gegnum svona lofttræðslu. Hann syngur? Já, hann syngur og hann tekur óskalög jafnvel og þannig er þetta í léttum dúr en samt að hjálpar fólki að slaka aðeins á, þú veist, og stundum er gott að einhver góði vinur spjalli bara við því. Finnst þér fólk sigrast á þessu? Hefur orðið verið við það? Já, algjörlega. Já. Það er eftir því sem hann ferð oftar og ferð oftar í svona aðstæður. Og kemst lifandi í gegnum það. Já, þá ferðu að treysta fótunum aðeins betur. Og þetta snýst líka um að vera aðeins betra formi og vöðvarnir aðeins betri. Já. Og þá ferðu að treysta aðeins. Já. Og þú sérð að hinir er ekki hræddir, þá kannski er þetta ekki lífshættulegt. Já, þú getur hort á hina og þú getur séð hvernig þeirra viðbröð eru og þá, þetta er tilfinninga, þetta eru taugarnar, sko, þetta er ekki rökræn hugsun. Nei, þetta er það nefnilega ekki. Þetta er bara svona einhver eiginlega líkamlega viðbröð. Já, ég farið tvisvar sinnum yfir 5 Urðuhálsinn og í fyrra skiptið þá var ég nú alveg að ærast bara af hræðslu þegar ég fór yfir Kattaríkina. Já. Og svo fór ég mörgum árum seinna og ég gat ekki notið ferðarnar þegar ég kveið svo fyrir að fara yfir Kattaríkina. Já. Skilurðu? En þá áttaði ég mig á því að þeir voru ekki eins svakalegir eins og ég hafði ímyndað mér. Nei, þeir hafa líka lagast. Já. Umferðin hefur sléttað þetta aðeins meira. Já. Þetta er aðeins þægilegra. En það er alltaf, þú ert að horfa niður til beggja hliða, sko. Já, einmitt. Og þannig að En það hefur komið fyrir að ég bara glimt að segja að við séum að fara á Kattaríki og ég bara sagt það eftir á. Já. Og bara, voru þetta Kattaríki? Já. Það er líka kannski að því það er sko hengiflug báðu megin eða svona bratt báðu megin. Já. Í þeim sko. Öðruvísi þegar maður er með bergið, öðru hvoru megin við sig, skilur við. Já. Í fjöllum og svona. Já, það er alveg skiljalegt, sko. Sérstaklega fólk er ekki að ganga í hverju viku og En verandi með alla þessa hópa og þennan fjölda fólks með þér hafa aldrei orðið óhepp og slys? Jú, það er alveg. Sem betur fyrir hefur það yfirleitt bara verið svona einhver mistiðu sig eða rasar eða slíkt, sko. Það hefur komið fyrir að fólk hefur beinbrotna þú veist, kannski dottið og rekið tánna í stein og
og dottið borið fyrir sig hönd. Hvað er hægt að gera í svoleiðis tilfellum? Þeir eru kannski langt frá alfara leið, þar sem bílar komast? Já, þetta snýst bara að meta bara á staðnum, hvernig viðkomandi er. Þú veist, maður sinnir fyrstu hjálp og reynir að svo skoða maður hvort að viðkomandi getur haldið áfram og þá jafnvel farið með öðrum farastjóranum út úr hópnum og kannski einn með og farið stystu leið til byggða. Hvort það er ástæði til að kalla eftir hjálp ef að viðkomandi getur ekki hreyft sig. Hefur þurft að gera það? Já. Ég tvisvar kallaði eftir hjálp. Já. Og koma þá björgunarsveitaraðilar? Já. Bæði skiptin hefur verið hægt að koma á svona jeppum og það var ekki það mikið neyðarástand. Nei, ég skil. En þannig að viðkomandi þeir gátu ekki haldið áfram og þannig að það var ekkert hægt að gera. Nei. Þannig að því að við erum freka lánsum hvað það varðar að lenda ekki í neinum stórslysum. Já, það er bara sem betur fer. Svo hefur komið fyrir að maður hefur geta komið viðkomandi áfram, eins og til dæmis einhver mistigur sig á ökla og þá er þetta að teipa öklan, sko. En það er erfitt að koma staði hvort að það sé brot í öklanum. Maður getur ekki átt að sjá því. Nei. Maður getur bara búið viðkomandi maður getur bara metið eftir því að þreifa og þegar það stígur í. Já. En hvaða aðstæður eru kannski erfiðastar í gönguferðum upp á þetta að gera, að mistiga sig eða brjóta sig eða? Þetta er náttúrulega, það verður allt flóknara á veturna heldur en á sumrin. Út af hálkunni. Já, eða bara út af snjó og færð og þess að þar. Og veður og birta og það er ýmislegt. Það er erfiðar að hlúa einhverjum í kulda heldur en í hita á sumrin. Þetta er svona tvennt ólíkt. Já. En það er auðvitað, allar aðstæður geta verið hættulegar ef í það er farið, sko. Þúfur og steinar og annað slíkt, þetta getur... Já, gangstéttabrúnir. Gangstéttabrúnir, já. Þetta getur alltaf eitthvað komið upp og maður verður bara að vera með búnað með sér og svona til þess að... Þið eru alltaf með allan hjálparbúnað með ykkur, farastjórnir. Eða svona eins og maður telur skynsamlegt. Já, svona skyndi hjálparkassa eða hvað þetta er, eitthvað svoleiðis, Já, ég er með svona uppindir 1 kíló af búnaði. Já. Og það er svona alls konar í því. Einar, það er svo ótal margt sem við getum talað um, en ég get ekki slepptir fyrir við erum búin að heyra af póstgöngunum þínu. Já. Það voru, ég ætla ekki að segja meira, ég ætla að gefa þér orðið með þær. Já, því ég hef svo mikinn áhuga á þessum gömlu leiðum, þá þetta kemur inn á póstleiðirnar. Póstleiðirnar voru í rauninni ekki sjálfstæða leiðir. Póstleiðir fóru bara eftir gömlum leiðum. Svo var farið að kalla þær póstleiðir af því að landpóstarnir notuðu þær gjarnan. Og það eru til bækur sem heita Sögu þættir landpóstana, 3 bindi. Og ég hef auðvitað legið í þeim. Og af því að ég var búin að lesa svo mikið þar, þá datt mér í hug að fara farið þeirra spor. Fara svona lengri leiðir og 2016 þá fór ég fyrstu ferðina þá gekk ég vestur á Ísafjörð. Það var af því að fyrsta gangan var vestur. Viltu segja þetta aftur? Gekkstu vestur á Ísafjörð frá Reykjavík? Já, takk. Og það var af því að fyrstu ferðina voru vestur og gengið vestur á reyndar ekki nákvæmlega sama leið og ég fór, en það var farið vestur frá Reykjavík og hvað varstu lengi að ganga vestur á Ísafjörð? Ég var eitthvað tæpa 2 vikur. Já. Og ég fór auðvitað eftir gömlum leiðum. Ég fór ekki meðfram bílvegum nema þegar ég þurfti. Já. En þetta var einfaldara í gamla daga af því að þá var mönnum róið yfir firðina. Já. Það er ekki hægt í dag. Þú þurftir að ganga fyrir hvert fjörðin og fætur öðrum? Nei, ég fór bara upp á hálendi. Já, það eru gamla leiðir þar sem hafa ekki verið notaðar og víða er þetta grýtt og erfitt.
En hérna... En voru menn ekki ríðandi á þessu tíma líka? Jú, en sko landpóstarnir voru eins konar verktakar. Já. Þeir fengu bara að borga fyrir ferðina, þannig að ef þeir til dæmis fengu bátsfar, þá skildu þeir hestana eftir. Þeir gátu ekkert fara með hestana. Nei. Og hérna, þannig að gjarnan biðu hestarnir og þeir síðan kannski innst í djúpinu, Ísafjarðardjúpi, og þeir fengu síðan var róið þarna yfir firðina. Var þetta fyrsta gangan og svo áttur eftir að fara? Já, svo 2 árum seinna fór ég austfirðina frá Hortnafirði og norður að Borgarfirði, eystra, og þetta var svona fjárðahopp. Þetta var að vetri til, er það ekki? Jú, Ísafjarðarferðin var í lok október. Þú voru ekki getað gengið lengi í björtu? Nei, ég var alltaf, ég reyndi að ganga mjög hratt til þess að ná sér lengst í björtu. Já. Og ég var náttúrulega með allt á bakinu með tjald og allt saman, en gisti inni þegar það bauðst og sama á Austfjörðum. Já. Það var í september, það var miklu þægilegra. Já. Fullt af berjum og alls konar lúksus. Já. En hérna, svo gekk ég fyrir 2 árum, eða rúmum, þá gekk ég frá Seyðisfirði til Akureyrar. Já. Í fótspor Níelsar gamla landpósts. Já. En reyndar fjölmargra annara, en hann svona er ofarlega í huga því að hann var svo lengi, hann var á vaktinu þarna í 26 árum minni mig. Og varstu með póst í bakvaggunum? Já, ég hef alltaf verið með póst, en að því að síðasta ferðin, þarna frá Seyðisfirði, þá var á aðvendunni, þá var ég með jólakort. Já. Og ég held ég að vera með eitthvað 25-30, ég man það ekki, og dreifði á leiðinni. Já. Það var meira segja frá forsetahjónunum, Guðna og Elísu, sem voru þá. Þau skrifuðu nokkur kort sem ég dreifði á leiðinni og hérna, það var mjög skemmtilegt. Ég trúi því. Og þetta verður allt gengið stórslýsa laust hjá þér? Já. Svona nokkuð heppinn. Það var mjög kalt þegar ég var að fara frá Seyðisfirði til Akureyrar. Hvernig leiðir á nóttunni í tjaldi? Það var ágætt. Það var reyndar, það var náttúrulega fór í mann eina nóttina að ég var á Mývatnsöræfum, fór kuldin, þetta var svona uppundi 20 stiga frost. Og hérna prímusin hygstar í svona miklum kulda, en ég náði samt að hérna hitta mér það sem ég þurfti. Gast sofið? Og svaf svo bara, já. Og hérna en þegar að það var ekki mikið rók, þannig að það var ekki mikill vindur. Það hefur verið þægilegt. Já, þetta var mjög fallegt. Já. Alveg svakalega fallegt. Það er ekkert lent í þoku eða vesinni. Nei, ég er náttúrulega alltaf með GPS-tækið og það var hugsaði mitt mikið til hérna aðventu Hans Gunnars, þar að segja þeirra hérna 3 sem voru á ferðinni. Já. Þar, að ég var á sömu slóðum. Já, það er alltaf búið gaman að geta tengt þessa göngulöðir einhverju sögu eða einhverju sem hefur eins og þarna aðvendunni. Já, það var mjög sérstakt. Og varst ekkert hiss á því hvernig þessi menn bara gátu unni við þetta í fjöldamörg ár? Jú, en í sjálfu sér þeir þekkti ekkert annað og voru aldrei upp við þetta frá blötu barspenni og fólki fannst kannski miklu minna mál heldur nokkur í dag að ganga landshornan á milli. Já. Það var ekki svona... Fólk hafði náttúrulega ekkert val, sko. Það var að fara fólkgangandi. Ég oft verið ég bara með því að lesa bækur eins og fátækt fólk og þetta var alveg ótrúlega hvað fólk gekk í gamla daga. Já, og svo var fólk oft prjónandi. Já. Kallar og konur. Já, var það? Prjónuðu á milli bæja. Það myndur ekki ganga hjá mér sem þarf alltaf að horfa niður fyrir mig þegar ég geng. Ég las mitt úr byggðum Borgarfjarðar, það var lýsing á því að Þorvaldur, hann var að vísa mönnum leiðum mýrlendi í Reykholtsdal, milli bæja. Já. Og að því að það var svo þýft og blautt, svo var þessu lýst þannig að hann stiklaði á milli þúfna
og prjónandi allan tíman og stökk á milli og talaði umhverfið og sagði sögur og þetta voru hetjurnar. Þetta voru hetjur, já. Einar, hvað gerir þú svo í fríinu þínu? Þú tekur þið frí á sumrinu, ekki? Nei, þá er ég að ganga hérna. Áttu ekkert sumarfrí eins og annað fólk? Jú, þetta eru svona mólar. Við tökum smá frí saman, ég og kona minn núna í byrjun júní og svo aftur í ágúst. Og hérna, svo er voðalega gott að gera eitthvað í desember, finnst mér. Já, þá eru svo fáir á ferli. Já, þá er enga göngur. Já. Fólk er upptekið og þá getur maður gert eitthvað. Og líka fáir ferðamenn á, þú veist, ef út í það farið, bæði hérlendis og erlendis, þannig lagað, í byrjun desember til dæmis, já. Mjög góðu tími og ég kann vel við myrkrið. Já. Við náttúrulega með allt þetta, alla þessa lýsingu sem er allstaðar í þéttbýlinu, þá höfum við mist svolítið hæfileikann að sjá í myrkri. Og fólk í gamla daga sá miklu betur í myrkri heldur en við. Þetta snýst bara að gefa ég alveg vissum það, þegar rafmagnið fer kannski hjá manni þá er maður gersamlega ósjálfbjarga. En fólk fór á milli bæja og hérna það var nú einn sem var að rifja upp með mér þegar hann var í farskóla í Skorradal 6 ára gamall og þurfti að fara á hverjum degi á þar næsta bæ þetta var eitthvað 2,5 kílómetri og vaða ána og 6 ára og ég spurði hann, var einhver fullorðið með ykkur að því að voru á mótnana í myrkrinu? Nei, stóru krakkarnir voru með okkur og ég spurði, hvað voru þau gömul? Þau voru alveg 10-12 ára þannig að þarna voru börnin saman að fara og farkennarinn var á bænum að bíða eftir þeim og þau þurfti að vaða berfætt. Maður myndi nú ekki senda 6 ára barn út í búð einu sín eitt. Nei, og ekkert ljós. Nei. Og ég spurði, var þetta ekkert erfitt í myrkrinu? Nei, við sáum ekki mikið, en við fundum alveg hvar við vorum. Sko. Við þekktu allt svo vel. Já. Og þannig að það þurfti ekkert ljós. Það er þessar sögur sem er svo gaman að fá nýr á blað, ná áður en að það er orðið á seint, skilur, allar þessar sögur. Já. En hvernig hvað ætlar að fara að gera í dag? Í dag? Ég er að fara að ganga í kvöld á Búrfell í Grímsnesi. Já, bara svona sem fólk gerir á kvöldin. Já, með langbröltshópnum. Já, er það erfiðleika hópur? Já, það er svona næst erfiðasti hópurinn. Já. Og ég er nú bara að fara í tölvuna. Já. Að græja ýmislegt. Já. Það er nú verkefnalistinn. Það var svolítið mikið læti þegar ég var að reyna að klára ritgerðina og það var ýmislegt, það var svona eitthvað sem ég þurfti að fresta. Já. Þegar að vinna úr því. Já. Ætlar eitthvað að gera þér til svona eitthvað að halda upp á útskriftina þína? Já, ég vil bíða og sjá hvað prófdómari segir. Já. Og hvort þetta er samþykkt. Já, allt saman. Svona formlega. Er þetta löng ritgerð? Já, blaðsíðurnar þetta eru svona 120-30 blaðsíður. Já, með öllu. Já, en svo er þetta í stafræna kerfinu ég setti þetta inn á forrit sem heitir Wikiloc. Já. Setti ég leiðirnar og sögurnar. Já. Og ég á eftir að kynna það bara betur. Já. Mér finnst eiginlega ekki við æfi að kynna það strax af því að þetta er ekki orðið formlegt. Nei, ég skil þig. En svona á vikubasis og í slettinu, hvað ert að ganga margar göngur, svona bara að meðaltali? Þetta er svona 3 til 6 göngur á viku. 3 til 6 göngur, já. Gangan í kvöld, þetta er 7. dagurinn í röð sem ég fer með fólk. Já. En svo er ekki ganga á morgun. Nei. Ég er svo að fara að ganga á laugardagina. En er þetta ekkert fara að reyna á líkamann eða er þetta kannski bara búið að herða hann? Ef maður passa sig að taka styrtaræfingar og teygjur, finnst líka gott að fara í laugina, fara í sánu og svona mikið líkamann, þá er þetta nú þokkalegt. Ég lenti reyndar í slysi eða óhappi síðasta sumar, fekk svona grjót, að hrundi grjót og fór á hnéð og ég hef búin að vera í einhverjum erfiðleikum út af því. Já, hefur ekki náð þér alveg. Já, því að það var ekkert álagstengt, það var bara högg. Já, ég skil. Og þannig að það var
ég er búin að vera svona að glíma við það. Já, einmitt. Það var bara óheppni. Já. En En þú sérð vonandi fyrir endan á því? já, vonandi. Já, Þetta tekur lengri tíma eftir sem maður eldist. Jú. Ef ég væri 20 þá var ég líklega orðinn góður. Já. En hvað sérðu fyrir þér með vesen og vergang? Það batteri er komið til að vera? já, vonandi. Já. Já, meðan að, sko, þetta snýst bara fólki sem í þessu og meðan fólk vil vera, Já. þá þetta. Já. Og ég vona að þetta sé ekki bara bundið mér, minni persónu. Ég vona að þetta geti svona verið bara átt sitt líf. Já. Ég sá alltaf fyrir mér að þetta væri samfélag Já. og sá alltaf fyrir mér að í grunninn væri bara samfélag og þetta væri bara opið öllum sem vildu og svo væri kannski svona einhver prógram og eitthvað en í grunninn væri þetta bara samfélag. Já. Og þeir sem mættu í síðustu göngu eru kjarnin í samfélaginu. Já, akkurat. Og ég vona að þetta geti orðið þannig áfram. Já, einmitt. Heyrðu, tíminn flýgur áfram hjá okkur og ég ætla svona bara að lokum að spyrja þig svona svolítið leiðilegra spurningar. Heldur að þú verðir gangandi fram í andlátið? Já, ég vona það. Já. Þetta ekkert sem þú ert orðin leiður á? Nei. Og ef það verður erfitt að ganga þá vona ég geti hjólað eða... Já, komst þú hjóli hingað? Já, ég kom á hjóli eða farið einhvern veginn Já. Og ég kannski frekar, ég vona að ég verið brosandi frá mig andláti. Þetta sé bara svakalega góð lokaorð að vera brosandi frá mig andlátið. Ég sé þig bara einhvern tímann fljótlega á göngu. Já. Og þakka þér innilega fyrir komuna, Einar. Já, takk fyrir að bjóða mér. Þetta nú lokið á þessu sinni. Sjáum síðar, verið bless og sæl.